Hvernig dattir í að hafa sýningu aftur? Sýningu, já, bara hérna? Já. Já, bara ágætt. Ég að gera þetta eiginlega fyrir aðra en sjálfan mig. Já, það? Já. Að koma ungum á legg í samband við þetta. Ungu listafólki? Já, alls konar, hvað sem að hugurinn stefnir að. Já. Það bara tekið sæmilega vel, við fyrst það. Já. Það var komið fjöldi fólks hérna, það er nýstaflegt, ýmislegt sem ég þekki ekki áður, sko. Hérna gamli skólinn, hann hérna á veggjum. Já. Og svo er svona myndlist í gangi, mjög góð. En hafið hefur alltaf verið stór þáttur í myndunum þínum? Ja, mála hafið, sjóinn, báta? Ég er eiginlega sko bara að stúdera það svolítið. Já, þú ert eiginlega sérfræðingur í því, öldum og úthafi. Ég er engin sérfræðingur, ég hef svolítið gaman að pæla í því sko. Já. Þegar maður fer tendist með Herjólfi, þá set ég lagið við að setja við gluggan þar, fylgjast með. Já, fylgjast með sjólæginu. Já. Og fuglónum náttúrulega. Og þá, það festist í skapinu svolítið. Já. Maður átt að segja og geymir það. Svo þegar maður fer í verkefni, þá þarf að hafa þetta svolítið á hreinu hvernig maður vil hafa þetta. Ég veð svolítið í þetta svona, krafti. Já. Alveg hvort gengur það, gengur ekki. Já. En nú til dags virkar þetta vel, þokkalega sko. Þannig að sjórinn og allt sem að kringum henn er í lagi að ég held sko. Já. Við sjáum það hérna þessu myndum. Já, þú þekkir náttúrulega sjóinn og allt sem upp úr honum kemur og botnin á milli lands og eyja og allt saman. Já, ég þekki þetta svolítið. Já, það eru rosalega skemmtilegar það sem að sjórinn er og gosmyndirna þínar, það er náttúrulega miklar og sterkar minningar frá gosinu. Já, það var eðlilegt, maður vakti allan sólarhringinn og var að vinna við þetta. Já. Fastur í þessu. Já. Ég var á vörubílnum öðru kóru til þess að bjarga úr húsum. Já, alveg rétt, já. Og þá hafði ég kost af að skrifa niður, punkta niður, skella þessu á og geyma í hólfinu. Já. Og svo þegar fekk smá hvíld, þá tók ég þetta og gerði þetta hreint. Já, bókina þína, frásögnuna. Það átt að vera, sko. Já. Já. Svo komst Marílinda, barnabarnið þitt í handritin og þá var ekki eftir snúið. Nei, það er ekki eftir snúið. Þá tók hún þetta upp og sagði, afi, nú bara gerir þú bók. Já, það var þannig að hún vissi að ég var búinn að skrifa, ég var tilbúinn með handriti í skrifborðinu. Já, einmitt. Það var svona ragu við það, svo kemur Mari og segir bara að við skulum bara skrifa bók. Já, þá var ekki eftir snúið. Og ég, mér fannst það að vera bara passandi að gera það. Já. Og gaf þetta eftir og svo fór Mari í gegnum þetta og með aðstoð minni og ég svona pældi í þessu hvort þetta væri rétt að gera þetta. Já. Svo ég bara leta þetta vaða. Já. Það er mjög skemmtileg frásögn. Ég var alltaf að stelast í þetta handrit öðru kóru. Já. Og lesa svona glefsur og ég hafði voða gaman að lesa þetta. Þessi bók, hún byggist á bláköldum staðreyndum. Já, akkurat. Akkurat það sem að skeri. Ég bæti ekki eitt í það eða draga frá, ég þetta bara, svona var þetta. Svona persónuleg frásögn. Já. Já. Já, og myndirna þína, þú er náttúrulega að mála, maður náttúrulega eftir því þegar þú og mamma voru að mála, það var alltaf svona vætspritlykt í loftinu og olíulykt, málingarlykt og maður ólst upp við þetta að hafa myndir upp á veggjum. Já, ég var sko, fór á vörubílastöðina. Já. Og þá barst okkur vitni sem að væri myndlistaskóli hérna í Vestmannaeyjum. Já, hvenær var það? Það var 60 eitthvað? Ég man ekki hvenær var það. En við fórum í þetta, ég og Alla. Já. Og það var Barbara Árnason listamaður. Já. Og maðurinn hennar. Og þau voru mjög góð og síðan var sendur upp prógram til þess að mála. Og það gekk svona ýmislegt hjá mér, sko, ég var ekki nógu góður í þessu. En Ella var mjög góð
en svo náði ég smá tökum á þessu. Það þurfti sko að setja að mála eitthvað sem að hreyfist ekki. Það var ekki nógu gott fyrir mig. Ég þurfti að hafa eitthvað í gangi. Það þurfti að vera hreyfing í myndinni. Já, hreyfing í myndinni, heimni það. Og halda í það svona smá stund á meðan maður væri að læra á þetta. Já. Og skellti ég svo inn sko. Þú verður mjög öflugur alltaf að teikna. Ég man eftir dýramyndunum upp á Stapa. Já. Mynda ljónum og fuglum og alls konar svoleiðis. Þegar ég kom úr skóla, það var 2 ár í skóla, í Mýrdal. Já. 2 ár og enga bækur og ekkert. Nei. Það var ekkert að lesa, reikna eða neitt, það var ekkert. Já. Ekkert. Svo ég fann þarna bók eftir Bóluhjálmar, skáld. Já. Og ég fór í gegnum það. Þú þrælaðir í gegnum Bóluhjálmar. Já, Bóluhjálmar. Og lærði þetta söluðan og svo kom þetta smá saman sko. En svo kem ég til Eyja og þá ég alveg á nullu í öllu saman. Reikningur, allt. Og þú dast alveg út í skóla þarna meðan. Í bekknum séróparti. Já. Og kennarinn ekkert að velta þessu fyrir sér. Já. Þetta bara skrítingur. Svona eftir á í skólanum. Það allan tíma, ég var sterkari en aðri strákar þarna. Já, ég trúi því. Já, svo kemur það, svo bankaði daginn og vindu sér ungur drengur, grannur, myndalur og segist vera komin í skóla og hann frá Norðfirði, Óskar Bjarnason. Það var Óskar vinnuðinn. Já. Grannur og ræfislegur og hann setur við liðin á mér og ég veit ég hvað ég á að segja og gera. Já. En svo tekst með okkur að vinna á það. Já. Þetta góð drengur og ég bara var í slagsmálum allan veturinn. Nú? Að bjargunum. Að bjargunum, já. Hann var bara písl og ég var að bjargunum undan og við vorum sem sé góðu vinnir, en ég Og sú vinátt að þið hélst bara alla tíð, var það ekki? Jú. Já. En svo var baslið með skólan. Já. Ég var með langað að læra eitthvað, en ég varð að taka mig af en hafði ekki kjark til þess. Já. En fór svona í vel skólan. Já, eftir á. Já. Og það var svolítið bíó þegar átti að taka próf í vélinni. Sjálfur, setja hann í gang og ég myndi reyð mér það að afið minn í Vatnsdal, Högni, hann beðið mig að setja prímus í gang, gamla prímusinn. Í draumnum? Já. Já. Og ég bara seti í gang og kveiki og allt í lagi, bara tilbúið afið og þakka fyrir það og ég bara fer út. Svo vakna ég og átta mig á því að ég að fara taka prófi í vélinni og veit alveg hvað myndi ske. Svo fer ég niður úr. Út frá draumnum þá? Já. Sett bara í gang og býð rólegur. Já. Og kennararnir að velta mér fyrir sér. Hvers vegna ég ger ekkert eða segja ekkert. Já. Svo bara stoppa vélinn. Og ég bara fer þarna að tankanum. Og þar var spjald fyrir, það var skrúa fyrir og spjald fyrir innan. Olía var bara í rörunum að vélinni. Og ég vissi það að það myndi ganga eins og hálftíma. Svo bara opnaði ég fyrir þetta og setti í gang aftur. Allt út frá draumnum? Já. Svona að hafa sterka trú á því sem það grein. Þetta var eini ljósi punkturinn í vildirunnáminu. Já. En segðu mér af hverju varstu sendur í sveit? Þú átti eitthvað ættir að rekja þarna austur eða ekki? Það var herinn kom til þess. Það var hernámu Íslands. Já, í stríðinu. Og það var Eyjan var full af hermönnum og Vatnsdalur var í miðpunkti þarna austur frá. Já. Og braggarnir voru bara 100 metra frá. Þetta var svo nálægt. Já. Og við vorum peyjarnir alltaf í þessu. Já. Fá sælgæti og vinskapast við hermennina. Og fylgjast með þeim og svona, sem til að forvitnilega. Svo við Högni bróði vorum sendir í sveit. Já.
og vorum þar tíma sko. Meðan að róaðist ástandið í Vestmannaeyjum, þá hafið þið verið sendir í sveit. Já. En þú átt ættir að rekja, er það ekki? Þú átt ættir að rekja austur í Kerlingadal, er það ekki? Jú, mamma hérna frá Vík, Mýrdal. Hún var frá Vík, já. Já, ég man eftir því að ég fór einu sinni þangað gangandi með þessum manni sem ég var hjá í Bólstað. Já, já. Ég man það að ég fór einu dyrnar og þá svo ég amma gamla lá á bakkinu. Veik í rúminu. Já, ammaðinn. Já, og hann segir við með bóndinn, heitir Óskar, heyrðu, hvað, hérna leiðist þér ekki eitthvað? Nei, ekki neitt. Finnst þér gaman að músík, segir hann. Já, segi ég, og hann fyrir hann að spila hljóðfæri. Já, þessi Óskar. Já, svo leið þessi tími svolítið undarlega. Já. Amman gamla er að deyja í rúminu, liggur þarna. Hann er að spila frægt lag og ég peginn þarna bara, veit ekki hvað ég á að hlusta eða gráta eða hvað. En svo bara fór það. Já, þetta hefur haft svona tilfinningarleg áhrif á þig. Þetta var mjög slæmt sko. Þetta var eina sko tengslin við ættmína. Já. Það var þetta fólk. Við móðurættina. Já. Þetta fólki á Bólstað var ekki ætt við mig, sko. Þetta var bara sér og part. Já. Svo fór ég austur og svo kom ég til Eyja og fór bara að vinna við hitt og hann. En þegar þú komst til Eyja eftir dvölina í sveitinni og komst upp á bryggjuna og hitti pappa þinn. Já, það var kunst. Ég fór á bryggju og sá pappa að fullt af fólki og fór svo við leiðin á honum. Það beið bara, hann segði eitthvað, talaði um mig. Hann býður líka, við býðurum. Hann býður eftir mér og ég býð eftir honum. Svo oft er hann sjá því að ég er bara strákurinn hans við leiðin á honum. Hann hefur ekki þekkt þig? Nei, þekkti mig. Já, þetta hefur verið hérna undarlegu tími stríðið og allt sem því fylgir og svo kemur gosið náttúrulega. Já, þess að ég giftist þarna og fyrir að vinna almenna vinnu, sjómænsku. Og það var saman og ég var svolítið djarfur og kaldur og fór að byggja og taka lán og ég hafði engan peninga fyrir einu en fekk húsnæðismánalán, fengi það lánað. En svo þurfti að fara að borga þetta og það var svona bras hjá mér í mörg ár. En það reddaðist allt saman, sko. Já, þetta reddast allt einhvern veginn. Já. Var það húsið í Tungutunni? Já. Sem þú byggðu? Já, Tungutu 20. Já. En svo var ég að vinna við ýmislegt og ég var mjög góður í tungavinnuvél. Já. Í jarðhitum og svoleiðis. Einmitt. Ég var að vinna í flugvellinum, að sprengja þar og jarðhitu. Svo spyr hann mig að því, veistu hvort ég treysti mig til þess að fara upp á Sæfell og jarðhitunni. Já. Og reynsa sko fyrir að sprengja niður, að bora niður. Já. Þetta var svo mikið múlt þarna grót. Og það myndi spara mikið að fá mann með tæki og bara ryðja þessu niður og svo bara fara að bora. Og ég segi við hann, þetta var Júlíus hérna og hann segir hvort að ég geti farið þarna upp. Ég sést alltaf aðtuga málið. Upp í Sæfellið? Já, fara allir í mat og ég sett bara vélni í gang og fer að pæla í þessu. Það var dálítið mikið halli. Svo ég bara skekki tönnuna út og gref svona til hliðar og færi þetta undir beltið sem að þurfti að vera að taka hallan af. Svo náði ég hallanum lárétt. Hann ná honum fyrst láréttum áður að fer að byrja. Svo var þetta ekkert mál. Þú hefur verið mjög fær á ítuna þannig á þessu tíma. En hérna eigum við að kíkja á myndirna þínar og viltu svona segja okkur aðeins? Eins og þessi hérna. Ég var að mála hann í kvelli og sá gallana í henni eftir á. En ég gat ekki laga það.
En hún var góð eftir sem áður. Mjög fín, sko. Já, þessi hérna er góð. Hún er góð. Hérna er bara sjór og aldur. Já, þetta er bara sjór. Já. Ertu með myndirnar fullmótaðar í höfðinu þegar þú byrjar að mála? Nei. Eða kemur þetta bara svona út úr penslinu? Já, það er bara að byrja, sko. Já, einmitt. Og þetta er mynd af hérna. Þetta er gígurinn. Góðslokona, hérna. Já. Það var allt í lagi. Já, við heldur betur. Hérna fór ég að mála og málaði Gústi Gíslolti hérna, þetta er bara báturinn þess að draga sig á bóginni. Þannig er rán að draga ykkur að línu. Svo skellti ég himnunum yfir, ég veist ekki hvers vegna, einhvers staðar hef ég séð þetta. Já. En svona kom þetta og þessi hérna, þetta er merkileg mynd, sko. Ég sá þetta einu sinni, við vorum á gæsaskiptir við Ljófi. Já. Eða Siggi, þá sá ég bara þetta. Er þetta upp í... Þessa liti. Þetta er upp í sandi? Já. Þetta er Fjallasandi. Þetta var bara nákvæmlega eins og þetta. Eins og svona. Hann hefur verið alveg litaður af sólarlaginu. Já. Ég sá þetta bara upp á Stapa hérna löngu áður. En svo endur tekur þetta sig því á skipti. Já. Svo ég bara málaði þetta og hugsaði mér hvað á ég að gera. Er að ég hafa kindur hérna, hafa fólk hérna, hafa hesta. En ég sá það var ekki gott. Svo ég bara lét þetta vera svona. Já, mér finnst þetta að koma rosalega vel út. Það var allt í lagi, sko. Þetta er gósið. Já. Það eru hörmungar allar. Já. Svo þessi hérna er eftir mamma þinn var í sveit þarna fyrir norðan. Já, í Blöndudalnum. Hún var að lýsa heimilinu sínu og tíma. Já. Og ég málaði þessa mynd hérna fyrir stuttu og hún tókst vel bara. Ég man við fórum hann í einhverju sumafríi, þá var ég bara strákur. Já. Og við fórum einmitt og skoðuðum bæinn, þá var hann eiginlega hruni kominn. Já. Og það var mjög gaman af því. En þetta er skáldskapur þessi mynd, sko. Já, bara svona eftir minni. Ég meinta. Já. Þessi mynd er bara, máluð bara svona hálftíma, bara svona. Já. Búið. Svo hefur þið skellt þarna, hvað er þetta heima eða álsegi eða? Þetta er glandanlegt, sko, en það geta verið svona fyrir því. Já. Þetta kannast allir við, hérna. Þetta eru minnisvarðin Helliseyjarslysið, eða ekki? Jú. Já. Þetta ég setti fuglinn hérna með fannst hann eiga að vera. Já. Og þessi mynd, þetta er fæðingin. Já. Það er að fæðast hérna, ef þú horfir lengur á, þá er hérna andlit hérna á dýri. Já. Hérna ofalega. Það er margt að sjá, margt skemmtilegt. Og svo alla myndirna þínar sem komist ekki á sýninguna. Já, sem var átt heima. Það er heima, sko. Upp á veggjum og alls það. Þessa mynd málaði Guðjón Ólafsson. Stapa. Það er ættaróðalið og báturinn út á plani og... Þetta er góð mynd og báturinn er þarna og allt heila. Íslenski fáninn og allt. Já. Ég er bara þannig, svo þessi hérna, svo er nokkuð góð. Já, akkurát. Ég ákvað að sýna bara gróðurinn. Þetta er eldfellið þarna, eða ekki? Jú. Já, og svo jökullinn í baksýn. Já, þetta er bara mjög líkt, sko. Já. Svona heiminn og svolítið skrítinn. Þetta er bara ekki, svo þessi hérna. Já. Ég hefur svona breytninni, sko. Já, þetta er nýjasta myndin, eða ekki? Sko, þessi mynd hérna. Já. Hún er rosalega voldug. Já. Ég var, sko, þetta er mjög erfitt allt að sjá þessu. En ég ætla að breyta henni, ég ætla að taka þetta út. Þetta er brimurinn? Já, brimurinn. Já.
og ég ætla að hafa þetta bogadregið. Hafa þetta svona bogadregið. Já. Og léttari línurnar. Ég var með það svoleiðis áður, en ég bara ákvað að hafa þetta hérna svona. Já, þú veltir þessu fyrir þig bara heima í ró og næði þegar að sýningin er búin. Það er bara að skella þess á og svona. Já. Svo annarkvort texta eða texta ekki, það er nú bara eins og það gengur. Já, það er nú bara eins og með alla sköpun, pabbi, þá kemur bara það sem kemur. Já, ég hef lært það sko að það er bara að skella sér í hlutina og gera það í kvelli. Já. Eins og maður heldur að séu. Já. Annarkvort texta eða texta ekki. En það er með olíulitum er auðvelt að breyta. Já. Þú veist ekki það. Og við erum ekki að ofgera myndirnar. Nei. Halda hugmyndinni ferskri. Er það ekki? Já. Það er svona, já. Nú er komið sýning hérna. Já. Ég er að halda sýningar ár eftir ár til þess að koma ungviðinu í gang, krökkunum. Já, öðrum í fjölskyldinu. Já, þau eru að koma með sínar hugmyndir hérna. Já. Og það er bara að hjálpa hann til þess að vera í þessu. Þetta er heilbrigt og gott, sko. Já. Það er hérna merkilegt þó við séum skyld og tengd að það er hver að mála með sinni aðferð. Já. Þetta er voðalega mikið í bland þó við séum öll skyld, pabbi. Já. Þetta er í ættinni, sko. Mamma henni var mjög góð málari. Já, hún var alveg frábær. Og ég er í þessu líka. Já. Og ég ætla að reyna að halda þessu áfram. Já. Nú taka þau við sem eru hérna. Þú ert með þína myndir hérna og bara allir sem eru í þessu bara saman. Já. Og ég borga bara leiguna hérna og leiguna og kaffið og bakkelsið. Við gerum þetta bara árlegum viðburði. Komum hérna og næsta verðum við með opnun. Já. Líka og þá spilum við á gítar og syngjum og eitthvað svona. Nú hérna er stopp í billi, sko. Nú er þetta 3 ár í röð. Nei, svona. Nú býð ég næsta ár og sé til hver það er sem að vill halda áfram. Já, við byrjum bara strax að mála eitthvað. Þú ert í þessu og svo frænka mín líka. Hún er með hérna nýstoflegt, það er ágætt að hafa þetta. Já, tölvugrafík, 9 tíminn, sko. Nota tölvurnar til þess að búa til skapa og svona. Já. Já. Þetta er rosalega skemmtilegt. Og gaman að vera með þér. Já, þakka þér. Hérna. Ég er að reyna að vera, ég er í vandræðum með heyrnina. Það sprakk. Það skiptir engu máli. Og ég segi... Þú heyrir það sem þú vilt heyra. Ég er að reyna að forðast fólk ef ég get. Já. En ég verða... Ég er með tæki og þetta laga, sko. Já, þetta hefur tekist mjög vel hjá okkur. Þetta er bara eins og þetta er, sko. Já. Já. Það var rosalega... Næsta verkefni er að koma á Trillun og sjó. Já. Hún er uppi. Einmitt. Nýmálað og flott. Tilbúin á sjóinn. Já. Það verður nú gaman að koma á sjó fyrir þjóðatíð og fara inn róður. Já. Það er sko að vera, ef að maður er tengdur því sem maður er að gera, eins og að mála. Og þá er sjórinn mjög auðveldur viðfangs. Þú þarft að fara þarna út til þess að ná í hugmyndir og sjá mótíf og sólalag og annað. Þegar vorsins vængjasláttur vekur haf og grund. Getur bátur, parið aftur, bárur suðsund. Þetta er fallegt.